Sterk í mótlæti. Hvað einkennir afreksíþróttafólk eftir Arnar Ragnarsson. Og ég ætla að byrja á blaðsíðu 19. Einbeiting. Með góðri einbeitingu á það verkefni sem verið er að fást við er hægt að auka líkur á afreksframmistöðu en það takmarkar einnig truflanir sem tengjast fortíðinni eða framtíðinni. Íþróttir gera þær kröfur til iðkenda að þeir geti einbeitt sér að ákveðnu verkefni í langan tíma í umhverfi sem er stöðugt að breytast. Truflun á einbeitingu getur haft áhrif á frammistöðu en þær geta verið af ýmsum toga svo sem veður, andstæðingurinn, þreyta, viðbrögð þjálfara eða jafnvel hugsanir sem fara gegnum hugann. Þegar íþróttamaður missir einbeitingu getur hann misst af mikilvægum upplýsingum sem berast úr umhverfinu. Valbundin athygli er það þegar íþróttamaður nær að útiloka þau áreiti sem skipta ekki máli varðandi frammistöðu og einbeita sér aðeins að því sem skiptir máli. Hæfileikinn að geta náð góðu valdi á valbundinni athygli er einn af þeim þáttum sem getur haft áhrif á það hverjir ná afreksárangri. Að ná að beina athyglinu og einbeita sér að mikilvægum upplýsingum sem skipta máli varðandi frammistöðu í ákveðinn tíma hefur verið kallað viðhaldin athygli. Ytri einbeiting sem beinir athyglinni að því hvernig hreyfingar hafa áhrif á umhverfið hefur meiri áhrif á frammistöðu reyndra íþróttamanna heldur en innri einbeiting sem beinir athyglinni inn á við og að framkvæmd hreyfingarinnar. Með því að þróa með sér betri ytri einbeitingu gerast hreyfingarnar meira hugsunarlaust sem eykur samhæfingu og flæði í hreyfiferlunum. Hins vegar er betra fyrir byrjendur sem að læra hreyfingar í fyrsta sinn að þjálfa upp innri einbeitingu sem snýr að tæknilegri framkvæmd. Burton og Riddick greindu frá því í rannsókn sinni að með góðri æfingu geta íþróttamenn einbeitt sér að ákveðnum verkefnum í lengri tíma í einu. Æfingar sem skerpa einbeitingu eru æfingar þar sem einstaklingurinn er alveg meðvitaður og með fullri athygli á því sem hann er að gera. Til dæmis með því að hlusta á mismunandi hljóð sem tennisbolti gefur frá sér í uppgjöf eftir því hvernig hann er sleginn. Þessi aðferð getur hjálpað tennisleikurum að einbeita sér og hann á auðveldara með að bregðast fyrr við til að taka á móti uppgjöfinni og sýnir fram á að hægt sé að þjálfa þessa þætti. Því er mikilvægt að þjálfarar leggja áherslu á þjálfun einbeitingar og hugarfarslegra þátta samhliða líkamlegri þjálfun. Flæði er ákveðið hugarástand sem íþróttamaður getur komið í þegar hann keppir. Flæði hefur oft verið lýst sem fullkominni einbeitingu og þann verknað sem verið er að framkvæma sem einkennist að útilokun frá öllum áreitum svo sem hugsunum og tilfinningum sem ekki skipta máli. Einstaklingur sem upplifir flæði upplifir tilfinningu eins og að allt sé að smella saman á fullkominn hátt og hann dregst inn í leikinn. Hreyfingar verða hugsunarlausar og gerast að sjálfu sér og allt gengur upp. Flæði á sér oftast stað í umhverfi þar sem ögrandi aðstæður eru fyrir hendi en samt á þann hátt að einstaklingurinn á auðvelt með að ná fram sínu besta og standast áskoranir. Íþróttamaður sem upplifir flæði skynjar það sem jákvætt hugarástand þar sem hvatning til að taka þátt kemur að innan og hann tekur þátt í því og honum þykir það skemmtilegt og það eitt og sér að taka þátt veitir honum gleði. Til að skilgreina flæði betur hafa 9 þættir verið tilgreindir. Jafnvægi milli áskorana og þeirra hæfileika sem eru til staðar, að vera fullkomlega meðvitaður hvað sem maður er að gera, skýr markmið, endurgjöf, einbeiting, sú tilfinning að geta stjórnað aðstæðum, að vera ekki meðvitaður sjálfan sig, tíminn verður afstæður, ástundun vegna ánægjunar. Skynmyndaþjálfun er einn þeirra huglæru þjálfunaraðferða sem hægt er að nota til að bæta einbeitingu og auka þannig líkur á að íþróttamenn upplifi flæði og bæti frammistöðu. Skynmyndaþjálfun getur haft áhrif á frammistöðu og hefur verið skilgreind sem táknræn skynupplifun sem getur átt sér stað í öllum skilningarvitum. Skynmyndaþjálfun er mjög svipuð annarri hugrænni þjálfun en hugræn þjálfun hefur verið skilgreind sem bæting á frammistöðu með því að hugsa ákveðna færni eða með því að fylgjast með öðrum framkvæma hana. Þjálfunin getur tengst sjónmyndum, hreyfifærni, lykt, hljóði og jafnvel bragði.
Í íþróttum eru skynmyndir mest notaðar í tengslum við sjónræna skynjun og hreyfifærni. Skynmyndaþjálfun hefur tvö sjónarhorn, innra og ytra. Með innra sjónarhorni sér einstaklingurinn umhverfið með sínum eigin augum eins og hann sé sjálfur að framkvæma hreyfingu í eigin líkama. Með ytra sjónarhorninu sér einstaklingur sig eins og hann væri að horfa á upptöku af sjálfum sér eða eins og áhorfandi. Báðar aðferðir hafa reynst gagnlegar til að bæta á frammistöðu. Settar hafa verið ýmsar kenningar það hvernig skynmyndaþjálfun virkar. Ein af kenningunum gengur út frá því að sömu tauga- og vöðvaboð ásamt sama svæði í heilanum virkjast þegar skynmyndaþjálfun á sér stað og þegar hreyfingin er í raun og veru framkvæmd. Önnur kenning greinir frá því að skynmyndaþjálfun getur hjálpað einstaklingum að skilja hreyfingar og hreyfingamynstur á skilvirkari hátt. En önnur kenning gengur út á það að skynmyndaþjálfun hjálpi til við að sjá fyrir sér eitthvað ákveðið áreiti og hvernig skuli bregðast við. Með því að æfa þetta getur það hjálpað íþróttamanninum að bregðast við áreiti sem hann verður fyrir í keppni á sem bestan hátt til að bæta frammistöðu. Síðasta kenningin gerir ráð fyrir að skynmyndaþjálfun hafi áhrif á líffræðileg ferli og viðbrögð íþróttamannsins við áreitum en bætir við að það sé undir hverjum og einum komið að leggja skilning og merkingu í skynmyndirnar. Skynmyndaþjálfun virkar sérstaklega vel til að bæta frammistöðu í flóknum hreyfingum sem krefjast mikillar hugsunar en virka einnig fyrir einfaldari hreyfiferla sem krefjast minni hugsunar. Afreksíþróttamenn eru líklegri til að nota skynmyndaþjálfun markvisst og að staðaldri heldur en þeir sem ekki ná eins langt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það bil 90% af Ólympíuliði Bandaríkjanna og Kanada notast við skynmyndir til að bæta árangri. Að meðaltali æfa þessi íþróttamenn skynmyndaþjálfun 4 sinnum í viku, 10–15 mínútur í senn. Skynmyndaþjálfun virkar best þegar hún notuð samhliða líkamlegri þjálfun og sem hluti af æfingaáætlun íþróttamanna. Það er því fyrst og fremst hlutverk þjálfarans að aðlaga markvisst skynmyndaþjálfun að æfingaáætlun þeirra sem hann þjálfar. Þá hefur skynmyndaþjálfun verið notuð til að auka hvatningu íþróttamanna með því að láta þá sjá fyrir sér jákvæðar framtíðarútkomur eins og að ganga inn á völlinn í úrslitaleik, heyra í áhorfendunum og upplifa í huganum tilfinninguna þegar sigur hefur unnist. Hvatning og hugafar. Hvatning er einn af þeim þáttum sem talið að hafa mikil áhrif á frammistöðu íþróttamanna almennt og hjá þeim sem keppa alþjóðlega og á Ólympíuleikunum. Í íþróttum er hvatning skilgreind sem sá þáttur sem hvetur einstakling áfram í því að gefast ekki upp í þeim athöfnum sem tengjast þeirri íþróttagrein sem hann stundar. Einnig er hægt að skilgreina hvatningu sem þá þætti sem stjórna stefnu og ákvæði þess sem einstaklingur leggur stund á. Með stefnu þess sem einstaklingur leggur á sig er átt við hvort hann reynir að taka þátt í aðstæðum sem hjálpa honum að ná því markmiði sem hefur sett sér. Hvatning getur verið bæði innri hvatning eða ytri hvatning. Innri hvatning er þegar einstaklingur gerir eitthvað af því hann hefur gaman af því og atferlið sjálft veitir honum ánægju á meðan ytri hvatning er þegar einstaklingur gerir eitthvað af því að verknaðurinn leiðir til utanaðkomandi styrkinga. Þeir sem eru hvattir áfram af innri hvatningu búa yfir meiri sjálfstrausti, sýna fram á meiri þrautseigju við úrlausn verkefna og ná að jafnaði betri árangri heldur en þeir sem eru drifnir áfram af ytri hvatningu. Þá á félagslegt umhverfi stóran þátt í því að móta þá hvatningu sem íþróttamenn þurfa til að ná afreksárangri í gegnum félagsmótunaraðila eins og foreldra, þjálfara og vini. Munur á hugafari afreksþrautakappa og þeirra sem eru miðlungs eða í lakari kantinum. Afreksþrautamenn eru að mun einbeittari á frammistöðu sinni heldur en þeir sem eru ekki afreksmenn. Hugsanir afreksmanna eru einnig meiri fyrirbyggjandi og hafa meiri áhrif á frammistöðu þeirra. Þetta hugafar afreksmanna gerir þeim kleift að vera líklegri til að ná tækifæri þegar þau bjóðast og bregðast við þeim sem skilar þeim þau betri árangri. Hugafar íþróttamanna gagnvart því hvernig þeir líta á æfingar getur skipt miklu máli varðandi árangur. Þeir sem búa yfir faglegri hugafari varðandi æfingar eru þeir sem líta á allar æfingar sem tækifæri til að bæta sig, hafa gaman af æfingunum og vilja til að þjálfa það upp færni. Aðrir líta á æfingar sem einhverja athöfn sem er gert við þá, hafa ekki eins gaman af þjálfuninu og vilja að henni ljúki sem fyrst. Íþróttamenn sem temja sér faglegt hugafar taka meiri ábyrgð á eigin frammistöðu og eru stöðugt leitandi að því hvernig þeir geta orðið betri og uppskera samkvæmt því. Samkvæmt þeirri kenningu sem nú þegar
hefur verið aflað afreksíþróttafólk er ennþá frekar óljóst hverjir teljast til afreksmanna í íþróttum og hverjir ekki. Ákveðin viðmið hafa þó verið sett fram að afreksmaður í íþróttum sé sá sem sýnir fram á stöðu og frammistöðu sem er betri en annarra og skipi sér í þann hátt meðal þeirra bestu í heiminum í greininni. Til að verða afreksíþróttamaður í íþróttum þarf í flestum tilfellum mikla vinnu og umhverfi sem ýtir vel undir þá líkamlegu og sálfræðilegu og hugafærslegu þætti sem eru ákjósanlegir til að skara fram úr. Hér verður fjallað hvernig umhverfi getur haft áhrif á íþróttafólk og hvernig félagsmótunaraðilar, fjölskyldan, þjálfarar og vinir og jafningjar geta átt þátt í að móta þá sálfræðilegu og hugafærslegu þætti sem geta skipt máli til að ná afreksárangri í íþróttum. Rannsóknarspurningunni því er hvað einkennir afreksíþróttafólk út frá íþróttafélagsfræði og íþróttasálfræði.